síðan sem sagt já við sjáum hermenn sem voru að spila Xbox í forsetahöllinni en hvað það, þetta hann sem sagt sko í nóvember 2006, 2 árum seinna þá var Saddam fundinn sekur í réttarhöldum fyrir glæpi gegn mannkyni fyrir árið 1982 hafa sem sagt staðið að einhverju hópslátrun 148 Shía Írökum og hann fær sem sagt við sjáum úr réttarhöldunum sko þegar að næsti linkur hefur verið að lesa yfir honum Saddam, hann kvikaði aldrei og hann stóð alltaf keikur og sagði, heyrðu, ég forseti Íraks og því hafi enga lögsögu yfir mér og þið eru bara svikarar og innrásarliðið mun brenna í helvíti og alltaf, sjáum bara þetta moment ظل واقف نتلو قرار الحكم ظل واقف نعم واقف نتلو قرار الحكم استمع إلى قرار المحكمة واقفا اسمع القرارات اي واقفا كن واقفا لا قاعد اوقف وقفوا حكي وياك قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة en þið sjáu það þú veist að hann ekkit að væla einhverja miskun eða hann lýsir frati á allt þetta lið sem að hann telur ekki hafa neina lögsögu yfir sér en það var innrásin í Írak eftir allt saman kolólögleg og það ekki sko viðurkennt að innrásarher eiga að geta farið inn í fullvalda ríki og tekið þar niður leiðtoga þarna var því logið að gjöreyðingarvopn hefði verið að ræða, hann væri með weapons of mass destruction sem var haugalígi og það stjórnarfar í heiminum alls konar, við erum í Kína skrítið stjórnarfar og í Myanmar og víða í Asíu og Afríku eru leiðtogar sem að fara illa með sitt fólk en við höfum ekki leyfi til þess að ríðast inn og taka þá höndum eins og þarna var gert með lygum og rugli og Saddam Hussein sko ég velti þið fyrir mér af því að nú gagnrýnin á Benjamin Netanyahu hún umtalsverð og Benjamin Netanyahu sem sagt ábyrgur fyrir slátrun margfalt fleiri heldur en Saddam Hussein Saddam Hussein var hann dæmdur fyrir eitthvað sem heitir glæpi gegn mannkynu þegar 148 Írakar voru drepnir í einhverju svona valdabrölti árið 1982 en hvað að gerast í Ísrael og Gaza nákvæmlega það eru allavega rúmlega 30.000 síðast þegar ég vissi komið upp í 40.000 núna sem eru drepnir saklausir borgarar og Benjamin Netanyahu reyndar dæmdur stríðsglæpamaður í alþjóða stríðsglæpadómstólnum en við erum aldrei að fara að sjá hann vera leiddur fyrir dómara og settur síðan í gálga og hengdur